Góðan dag, býð ykkur velkomin á 244. bæjarfund Sveitafélagsins Voga. Miðvikudaginn 15. apríl, klukkan 17, segja hann settan. Fundin sitja Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Býð gesti í sal, velkomna, og gesti á vefnum einnig. Áður en gengið til dagskrár, þá ætla ég að fá að leita afbrigða með 2 mál sem verður þó annars vegar dagskrárliður 2, svæðisskipulag Suðurnesja 2024 til 2040, sem verður þá annar mál á dagskrá, og svo fundagerð skipulagsnefndar númer 79 sem verður þá 4. mál á dagskrá. Og þeir sem samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá förum við í dagskrána sem eru heil 6 mál hjá okkur í dag. Og við byrjum á máli 1, endurskoðun samþykkta stjórn Sveitafélagsins Voga. Tekið fyrir 5. mál á dagskrá funda númer 447 í bæjarráði þann 8.4. síðastliðinn. Endurskoðun samþykkta. Lögð fram uppfærð tillaga að breytingu á gildandi samþykkt Sveitafélagsins Voga. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykki samhljóð og framlaga tillögur að breytingum og samþykktum Sveitafélagsins og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég ætla að fara stuttlega yfir tilurð þessa dagskrárliðar og hvað í þessum tillögum felst í mjög grófum dráttum, en þetta mál er nú til fyrri umræðu í bæjarstjórn og því ennþá til vinnslu. En á þessu kjörtímabili hefur það staðið til að endurskoða, eða stóð það til í upphafi að endurskoða samþykktirnar með öllu og gefa út nýja samþykkt. Svo er það nú víst svo að fyrir þingi liggur frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum og þegar fór að líða að lokum kjörtímabilsins var ákveðið að fara í breytingar á núgildandi samþykkt og hún verður þá tekin aftur upp að öllum líkindum af nýrri bæjarstjórn verði frumvarpi samþykkt. Ástæðan fyrir því, eða sem sagt fyrir að það er tekið núna fyrir, má segja sér þríþættur. Að í fyrsta lagi endurspegla þessar breytingar raunverulega framkvæmd í dag, en það er orðið nokkuð liðið síðan að samþykktirnar voru síðast endurskoðaðar. Svo eru þannig nokkrar tillögur að breytingum sem er ætlað að verða til bara einföldunar og skilvirkni í stjórnsýslunni. Og svo í þriðja lagi snýrða að 47. grein sem að fjallar fastanefndir, aðranefndir, stjórnir og ráð sem að bæjarfélag á aðild að þarna eru uppfærðir þeir samráðsvettvangar sem sveitarfélagið á aðild að og svo er það hér bæjarfulltrúa að fjalla hvort vilji sé til að breyta fastanefndum eða ekki á þessum kjörtímabili. Og það er kannski svona tilkomið að því leyti að stjórnskipurit sveitarfélagsins hefur verið uppfært núna nýlega með stofnun nýs fjölskyldusviðs, þannig að það er full ástæða til þess að ræða það. En það hefur ekkert verið afráðið í þeim efnum og mun verða til frekari umræður fram að síðari umræðum. En ég læt þessu lokið. Takk fyrir það, Guðrún. Orðið er laust. Björn, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Við höfum aðeins að grípa orðið líka undir þessu máli
eins og Guðrún kom hérna inn á áðan þá þetta búið að vera hérna til umfjöllunar alveg frá því að þessi bæjarstjórn tók við fyrir tæpi 4 árum síðan að fara í breytingar á þessum samþykktum og en hefur nú aðeins dregist. Gunnar sem hér var bæjarstjóri var nú byrjaður að vinna í þessu meðan hann var og lagði svo sem drög að sumum breytingunum sem við erum að fjalla en eins og Guðrún kom inn á áðan líka þá eru sem sagt breytingar í þinginu á sveitarstjórnarlögum þannig að við erum svo sem bara að fara í praktíska hluti í þessum breytingum sem eru ekki miklar innan þessara bæjarstjórnar og þetta snýr aðalega kannski á tímasetningum funda og svona bara praktískum atriðum sem eru bara vitlaus í samþykktunum. En það sem þarna líka eru breytingar á nefndum sem eru innan 47. greinar þar sem við höfum haft til umfjöllunar í bæjarráði og höfum haft Guðjón Bragason okkur til liðsinnis í því að breyta fyrirkomulag sem hér hefur verið við lýði bara allavega þessi 16 ár sem ég hefur verið og örugglega töluvert lengur að breyta þessu nefndafyrirkomulagi yfir í 2 ráð sem að mínu mati mikið skilvirkara fyrir alla stjórnsýslu og eftir þann tíma sem ég hef settið í bæjarstjórn held ég þetta sé bara mikið hentugra fyrirkomulag og komið til með að nýtast bæjarráð og bæjarstjórn mikið betur í sínum verkum sem á stjórnsýslunni í sveitarfélaginu. Þar sem að yrðu þá 2 ráð sem jafnvel setju fleiri í en þetta mál erum við að hafa til umfjölluna núna á vinnufundi sem verður strax að loknum þessum fundi á eftir. Ég held að þetta sé breyting sem getur orðið mikils hægðar auka. En svona já, þetta ánum bara svona smá innlegg frá mér. Takk fyrir það Björn. Orðið ennþá laust. Nú, ég ætla kannski bara að skjóta inn í, ég held að sé nú búið að segja flest þetta, en það alveg rétt sem kemur fram bæði hjá bæjarfulltrúanum Birni og svo líka hjá Guðrúnu að við erum búin að vera mjög lengi með svona leifar, það sem við höfum þurft að breyta, hefðum átt að kannski vera búin að breyta fleiri hlutum svona til þess að gera þetta bara skilvirkara í samræmi við það sem við erum að vinna eftir í dag og eiginlega svona kannski afleiðing bara alveg frá hreppsnefndar tímabilinu að einhverju leyti, þannig að það svona alveg komið tíma á það en rétt að benda á það að við erum ekki að ná þessu lögum í gegn fyrir kosningar, þannig að við förum í minnstakosti þessar svona smáægilega breytingar og tökum svo umræðan aðra hluti, þannig að ef að fleiri vilja ekki tjá sig þá ætla ég að leggja til að þessu veri vísað til seinni umræðu í bæjarstjórn og þeir sem samþykkja það gefið þá merki. Það samþykkt samhljóða og við förum þá í annað mál á dagskrá. Það svæðisskipulag Suðurnesja 2024 til 2040. Tekið fyrir annað mál á dagskrá fundar númer 79 í skipulagsnefnd frá 14. apríl síðastliðnum. Á 57. fundi svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja samþykkti nefndin svæðisskipulag Suðurnesja 2024 til 2040. Svæðisskipulagið samanstendur af skipulagsgreinagerð, umhverfismatsskýrslu og vatnsverndaruppdrætti í samræmi við 1. málsgrein 2005 greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Svæðisskipulagið hér með lagt fram til samþykktar af hálfu sveitarfélagsins Voga. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svo hljóðandi: nefndin samþykkir svæðisskipulag Suðurnesja 2024 til 2040 í samræmi við 1. málsgrein 2005 greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Nú ef engi vill kveða sig hljóðs þá legg ég til að þetta verði samþykkt þeir sem gefur merki. Það samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í aðrar fundagerðir. Ég ætla að fá að lesa þær upp sem á dagskrá og svo orðið laust þær. Það 3. liður bæjar á sveitarfélagsins Voga númer 447. 4. liður skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga númer 79. 5. liður fræðslunefnd sveitarfélagsins Voga númer 120 og 7. liður frístund- og menningarnefnd sveitarfélagsins Voga númer 133. Orðið laust allar þessar fundagerðir. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég ætla aðeins fá að tala fundagerð
Þannig komu heimsótt okkur aðilar sem hafa áhuga á þeim reit og hugmyndi þeirra samrændust bara nokkuð vel hugmyndu nefndarinnar og því var þetta að vísa til bæjarráðs bara svo máli haldi áfram því næsta skref væri þá hugsalega bæjarráð fær kynningu á þessu og svo var næstu skref bara samningagerð ef bæjarráð líst og bæjarstjórn líst sömuleiðis á þessar hugmyndir og ég held að sé bara mikilvægt að við hérna vinnum bara hratt og vel í þessu máli og getum aukið þá þjónustu við íbúa því þannig fyrirhugað miðbæjarreitur sveitafélagsins með bara það sem við viljum mynda svona samfélagsmenningu og þjónustu fyrir íbúa og það akkurat það sem þessir aðilar að hugsa líka. Þannig ég bara spenntur að sjá framhaldið, þetta þetta bara á byrjunarstigi og þetta var bara í gær, fundinu í gær, þannig ég á eftir að hérna aðeins tala meira við fulltrúa bæjarráðs þetta, kynna þeim það sem fór fram í nefndinni en bara mjög spennandi erindi þannig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Orðið ennþá laust. Eva, gjör svo vel. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar og gestir, gaman að segja það. Mér langar aðeins, þetta búið að vera viðburðaríkur mánuður, enda kannski hérna við þau að búast, það kortur í kosningar. En hérna, mér langar aðeins að það sem svona efst á öllum þessum málum sem við erum búin að ræða í hérna þessum nefndum og bæjarráði, þá svona efst á mínum huga í fræðslunefndinni leikskólamál og þá það undir hérna máli 5 og 6 staða á stækkun Suðurvalla, heilsuleikskólans Suðurvallum og biðlistin og bara í ljósi þess að það fjölgun hérna í bænum þá erum við að horfa fram á biðlista en við erum líka að finna lausn á því og mér finnst bara orðræðan stundum vera bara þannig í bæjarfélaginu að við séum ekki að gera nóg en við erum að vinna í því að finna stækkun, að finna að fjölga deild til þess að koma á móts við þennan biðlista. Þannig að bara fólk gerir sér bara grein fyrir því að við erum að vinna að því og gera það sem við getum og hratt og örugglega. Og við finnum lausn á þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Eva. Orðið ennþá laust. Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, nefndarmenn og gestir. Ég vil nefna á síðasta frístund- og menningarnefndarfundi voru umgengnisreglur í íþróttamiðstöðinu uppfærðar og sem bara mjög gott og hér verið að skýra betur hvernig íbúar geta nýtt aðstöðuna þegar hún laus sem bara mjög jákvætt skref og ætti að stuðla betri nýtingu mannvirkja sem bara mjög jákvætt fyrir íbúa að geta nýtt þennan tíma sem laus. Takk. Takk fyrir það, Friðrik. Orðið ennþá laust. Það búið að koma hér ákjallega inn á nokkur atriði hjá okkur í þessum fundagerðum sem lagðar fram en ef það ekki fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs þá ætla ég að leggja til að fundi verið slitið núna 17:15.